það var ekki snuðt, það var bara verið 15 ára að ég byrja að drekka og þá byrja að koma svona erfiðleikar sko hjá mér svona í persónulegu lífi, bara svona líður ekki vel, þunglindur og þetta dæmi sko. Já, einmitt. Það tók mikið á árið 2020 var mjög erfitt ár. Já, er það? Já. Og hvað fórstu langt niður, þegar maður segja, í þunglindi eða? Já, mjög svo, en ég reyndi að sko taka með degi líf sem náttúrulega alveg galið að segja núna því fólk eins og horfir á mig í dag bara, ég svo hamingjusamur og það raunin bara skína mér sko, mér líður svo vel, ég svo ánægður með lífið. En þú gerir þig grein fyrir hvað er ótrúlega mikilvægt að þú segir þá frá því, að þá getur fyrir aðra sem eru á vondum dimmum stað, það er að sjá að það er hægt að komast þaðan og alveg upp til hæstu hæða. Algjörlega, það er svona verðið að deila frá þessu, að því maður á ekki að skamma sig fyrir þetta, maður á að, altså ég sé sko, eins og ég sé í pappatips og þetta dót, það er bara ofta að koma bara þvílíkir menn sem eru bara bugast sko, þeir eru bara búnir sko og það er svo leiðilegt að lesa þetta þegar maður er búin að vera á þessu stað og búin sko, ég var að segja og sögu að ég var búin að ákveða það var búið að vera svo lengi svo mikið niðurif og bróta mig niður, trekk leiði illa með sjálf mig og allt þetta. Var það tengt árangri í skákinni eða við hvað tengjur það? Ég tengi bara sjálfsálit og þetta, ég er líka eins og ég er náttúrulega með bauga, og ég mun alltaf hafa, þetta er bara ættgengt og í dag ég er bara stoltur af þeim, það fór alltaf í taugarnar mér, ég var feitur og aldrei, ára ekki stelpur að horfa með neitt svona, maður átti bara erfitt, með að vera ungur strákur, skilur. Og það kallaði á þetta innra niðurrif, svona sjálfsniðurrif. Já, og það var búið að vera sín, ég var bara krakki, og síðan var ég búin að ákveða dagsetninguna, og það er náttúrulega hættulegast þegar það er búið að ákveða dagsetningu og ég bara, svona 2 vikum fyrir, svo var ég bara búin að ákveða, þetta er dagurinn, það var 31. Og ég bara, ég man til dæmis rústaði tölvunni hjá mér, af því að svo ég myndi þurfa að gera þetta og eitthvað, skilur, ég bara algjörum móki og ég er að fara, og þá hleypur strákur inn sem heitir Gauti Stenþórs, einn af minn bestu vinnum og verður bara besti vinn minn í fjölmörg ár, hleypur inn, vissi bara að mér leið illa. Hann bara næri eitthvað niðin að peppa í þig stálinu eða þannig? Já, bara leiði hann koma og náttúrulega bara hágriti, skilur, hann var kominn og ég er eiginlega bara að byrja að trúa á Guð eftir það og svona. Og ég vakna daginn eftir og það er ótrúlegt, skilur, þá er ég bara, fyrst og lega vildi ég ekki vera að deila þessu við mömmu eða neitt, skilur, og sagði engum. Og þá byrjaði ég bara skák, ég tók sko 10 til 14 tíma á dag og bara skák alla dag, sleppti ekki einu degi og á einu ári fór ég að hækka 200 elustig og var bara komið 2 stórmestrar og ég var bara næstu orðin stórmestri. Ég ætla nú reyðlega bara að tala fyrir unga, bara kallmenn, ekki endilega unga, bara kallmenn að elta tilgang. Þá verður að hafa tilgang og verður að elta eitthvað. Ég veit ekki hvað það er, það getur verið hvað sem það er fyrir hvert sem er. En fyrir mig þá var það stórmeistaratitilinn. Ég kláraði stórmeistaratitilinn, síðan byrjaði ég að fara ræktina og eitthvað staðar aðna og byrja að fara ræktina og mér leiði byrja að líða miklu betur með sjálf mig, byrja að elta að vera í góðu formi, líða bara vel og bara þetta, það er bara gjörsamlega breytt í lífinu mínu, bara þessi 2 hlutir. Síðan byrjar allt eitthvað með allt í einu byrjar maður að vera heppinn með margar hluti, eitthvað svona skilur, allt í einu byrjar eitthvað að detta með manni, maður verður bara jákvæður sjálfkrafa og eitthvað. Þú veist, þetta er alveg mögnu saga, Þetta er stórkostlega mögnu saga og eins og ég segi aftur til mikillar eftirbreytni að þú deilir henni með almenningi. Það náttúrulega kemur kannski inn á þetta þegar ég er yngri að, þú veist, ég missi bróður minn til dæmis með hann tatúan hjá mér. Að ég missi bróður minn þegar ég er... Bróðin er fættur 1991, deyr 2010. Já, hann deyr þegar ég er... Já, og deyr fyrir ammæli sitt, Þetta var alveg sillingur og ég er bara sjóra þegar það gerist. Og mamma mín, ég skilst henni ekki hvernig hún áði að halda áfram, Þá veist að ég myndi að missa barnið svona, þetta er alveg ótrúlega sterk að gera og ég sé náttúrulega bara, heldur lífi áfram, veist, eins og við tölum þetta, veist, hún sér náttúrulega ekki fyrir sér á næstu 2 árum hvernig það kemur ljós aftur, skilur, en síðan
með tíð og tíma að þá, þú veist, byrjar hún að breytast og vera aftur hún sjálf og svona skilur. Manstu eftir þessum degi þegar þér sagt að bróðin sé dáin? Já, og ég man líka að því að ég skuttlaði honum með mömmu minni til þess að pappans og ég man eftir í bílunum, man eftir að vera með honum, ég man alla stundir sem ég átti með honum frá allavega 5 til 7 ára skilur, hann var alltaf mjög kær sko, og síðan bara vaknar hann ekki, skilur, og hérna tók hann þá eitthvað ofskamt af einhverju eða? Hann var náttúrulega á dálítið einhverju rói og ég held að allavega ég eiginlega veit að þetta var svona læknadóp en hann áttaði sig ekki á hvað þetta var almennilega sko, veist, hann var engin fíkill en eitt svoleiðis þannig að hann áttaði sig ekki alveg á hver stað hann var, skilur, og hversu mikið eða hvað, þú veist, hann held að hann var að taka hana held ég. En heldur þetta hafi þá verið slys í raun og veru eða? Já, af því að hann, þú veist, var ekki einhverju neyslu eða eitthvað svona skilur. Það var eina systkini mitt sem var ekki neina neyslu en síðan daginn eftir það var náttúrulega sagt mér þetta síðan skilur og ég meðtek þetta skilur, þú veist, eitthvað náttúrulega fyrir að há gráta á og svona, en síðan þegar ég bara svona 11-12, þú veist, það bara að 10 ára, 11, bara svona settlar þetta inn ég bara. Þá rennur þetta upp fyrir þér. Shit, þú veist, þetta mann aldrei sjá hann aftur, skilur. Það var mjög erfitt sko. Þannig að hann, eins og ég segi, þú veist, ég er ekki að fara að fá mér fleiri tattoo en ég vil alltaf, mér langar að ákast að fá þér þetta tattoo til þess að heiðra minningu bróðins. Já, það var alltaf með mér sko. Var það þinn eini bróðir eða áttu fleiri systkini? Já, 4, 2 systur líka sem eru í einir komið til Svíþjóðar, ég held að henni sé alveg samaði deili að hún var náttúrulega í neyslu sem krakki og ólingur og svona, en komið bara hætti fyrir dágóðan tíma og ég held að kasta henni meðferð svona 18 sinnum eða eitthvað, en hún er núna bara hamingjusöm með mann og barni í Svíþjóð og bara þau eru bara algjörlega til fyrirmyndar og síðan á ég eina aðra systur sem er núna í aktífri neyslu sko, og er búin að vera bara í 15 ára eða eitthvað svona, sem ég nú ekki opna mig með En þannig að líf þitt og þinnar fjölskyldu hefur ekkert verið dans á rósum? Nei, langt í frá. Mjög langt í frá.